Jæja, vindum okkur beint í þetta. Velkomin í þessa yfirferð þar sem við rýnum í, trúið eða ekki, stærðfræðilegu rökfræðina á bakvið ensk nafnorð. Enskan getur oft virkað algjörlega handahófskend, ekki satt, en þegar kemur að því að lýsa fjölda eða magni undirliggjandi kerfið alveg hreint ótrúlega nákvæmt, nánast eins og vel smurð vel. Við ætlum að brjóta þetta allt saman til mergjar í dag, þannig að þessi annars flokkna málfræði verði bara algjörlega skýr og rökrétt. Sko, áður en við getum yfirleitt byrjað að tala magn á ensku, þá stöndum við alltaf frammi fyrir einni alveg rosalega mikilvægri grundvalda spurningu. Hún hljómar svona: Er hægt að telja þetta með tölum? Þetta er bókstaflega grunnurinn á öllu hinu. Ef við svörum þessu rangt, já, þá rínur restin af setningunni eða bara eins og spilaborg. Það hljóma kannski ósköp einfalt, en eins og við munum sjá er þetta lykillinn að því að fatta allt heila klapið. Málið er að enskan gerir nefnilega enga málamiðlun hérna. Hún tekur bara alla hluti í heiminum og skiptir þeim grjóthart í 2 afmarkaða hópa. Annars vegar höfum við það teljanlega, það eru hlutirnir sem fá eitt stórt já við spurningunni okkar. Við erum að tala eina bók, 2 bíla, hluti sem við sjáum ljóslifandi fyrir okkar, stykki fyrir stykki. Hins vegar er það svo þessi óteljanlegi hópur, hlutir eins og vatn, peningar eða loft. Og taki eftir, það er engin grásvæði lyft. Sérfert einasta orð verður að lenda öðrum hvorum megin og það ákvaðar nákvæmlega hvað við megum segja næst. Tökum fyrri hópin fyrir. Þessi er nú oftast auðveldastur að meðtaka. Rökfræðin er mjög beinskeytt. Ef það er hægt að telja eitthvað á puttunum, þá er það teljanlegt. Og enskan gefur okkur snildarlega einfalda lausn til að sýna fram á að við séum með fleiri en einn svona hlut. Maður einfaldlega smellir bókstafnum S aftan á orðið, búm, ein bók veður að books og einn bíl veður cars. Þetta litla S er bara sönnun þess að hluturinn sé talinn og að við séum með fleiri en einn. Hrein og tær stærðfræði málfræðinar. En kíkjum þá yfir í óteljanlega hópin. Hérna eru að eiga við hluti sem hafa ekkert almennilegt form eða skýr mörk. Hugsum okkur til dæmis vökva, eins og vatn eða mjólk. Við getum bara engan veginn plokkað upp eitt svona stykki af vatni, eða hvað með duft, eins og sukur og salt. Tæknilega gæti einhver setið með stækkunargler og talið hvert korn, en tungumálin nennir því ekki, það lítur á þetta sem einn formlausan massa. Og svo megum við ekki gleyma huglegum hlutum, eins og tíma eða ást. Þetta er algjörlega óáþreifanlegt og þess vegna ómögulegt að telja það á venjulegan hátt. Þetta er virkilega mikilvæg greining til að hafa í huga. Og hér kemur virkilega áhugaverður punktur. Reglan í þessum hópi er algjörlega ósveigjanleg. Út af því að við erum ekki að telja þessa hluti í styrkatali, þá má einfaldlega aldrei, og ég meina aldrei, bæta þessu freyja fleirtölus S við orðið. Það er hreinlega galið að segja waters eða monies. Mörgum finnst reyndar þetta með peningana alveg stórfurðulegt því við erum jú alltaf að telja peninga. En galdurinn er sá að við erum að telja upphæðina, dollara eða krónur, en orðið manni sjást stendur fyrir þetta stóra, óteljanlega renglífarhugtak. Svo ekkert S þar. Hérna smellur þetta svo allt saman í eitt skýrt kerfi. Þessi skipting ræður því sem sagt upp á hár, hvernig við mögum spyrja magn. Þegar við erum með teljanlegt orð, sem sagt orð sem þolir að fá S, þá notum við spurninguna how many. En ef orðið er óteljanlegt og fær aldrei nokkuð tíman S, þá hoppum við rakleitt yfir í how much. Þetta er ekkert eitthvað sem fólk bara giskar á eftir tilfinningu, þetta er föst og ákveðin málfræðilega jafna, maður les bara úr henni og fær pottþétt rétta niðurstöður. Skoðum þetta aðeins í alvöru dæmu. Segjum að við séum með epli, þau eru stök, þau eru klárlega teljanlega, þannig að málfræðin neyðir okkur til að segja how many apples do you want? Það er bara engin annar möguleiki. En ef við erum að ræða vatn, sem eru auðvitað þessi formlausi vökvi í óteljanlega hópnum, þá verðum við að orða það svona, how much water do you want? Tökum eftir því hvernig rökfræðin stýrir beint valuna orðum, að rugla þessu saman var í bókstaflega eins og nota ranga formúlu til að leysa stærðfræðidæmi. En bíðum nú við, það er alltaf eitt stórt N. Hvað gerist ef við vitum ekki nákvæmlega hvað hlutirnir eru margir? Eða nákvæm tala skiptir bara einfaldlega engu máli. Stundum þarf maður nefnilega bara að henda fram einhverju óljósum magni. Og viti menn, enskan reddar okkur það líka með alveg sérstökum verkfærum. Við getum kallað þau svona töfra hjálpartæki sem brúa bílið þegar lágkvæmninni er sleppt. Kíkjum á hvernig þetta byggist upp og hversu ótrúlega handhægt þessi verkfæri geta verið. Fyrsta töfraorðið okkar er sum og trúið mér, þetta er algjör lífsbjörg í daglegu tali. Við notum það fyrir alveg venjulegar, jákvæðar fullyrðingar. Og það allra besta við sum,
Það gerir nákvæmlega engan greinaramun á bókunum okkar tveimur. Ólíkt how much og how many, þá svífur þetta orð áreinsluðaust yfir bæði teljanlegt og óteljanlegt. Maður getur átt epli, I have some apples, eða átt eitthvað af peningum, I have some money. Sama frábæra töfraorðið græjar bæði málin. Hitt frábæra orðið svo any og nákvæmlega eins og some þá dregur any engan dilskamil í hópana. Það reddar öllu saman. En það aðeins strangir reglu hvenær við megum kalla það til leiks. Þetta orð nefnilega eiginlega bara frátekið fyrir tvenns konar aðstæður. Þegar við erum að neita einhverju eða þegar við erum að spyrja spurninga. Það svona hið fullkomna málfræðilega ansvar við jákvæðninni í orðinu some. Ef við berum þessi tvö saman hlið við hlið, þá verður munurinn algjörlega augljós. Við notum sem sagt some fyrir jákvæðar fullyrðingar. Maður hefur eitthvað í höndunum, hvort sem það eru epli eða peningar. En vá, leið og settingin breytist yfir í neitun eins og I don't have eða yfir í spurningu eins og do you have, þá stígur enni inn á sviðið og tekur algjörlega yfir. Þetta hnittmiða par, some og enni tryggir bara að það sé alltaf hægt að tala óljóst magn, algjörlega óháð upprunalega flokknum. Svo, til að draga þetta allt saman í nettan pakka og gera kerfið áskilkeild í dagstærilegri notkun, þá geggjað að styðjast við þessa fljótu reglu. Þetta svona einfaldur þriggjaskrefa gátlisti í hausnum. Í fyrsta lagi, lítum á hlutin sem við erum að tala um. Í öðru lagi, ímyndum okkur að við snertum hann og reynum að telja upphátt 1, 2, 3. Ef það meikar sens að segja 1 epli, 2 epli, bingo, teljanlegt. En ef við erum að benda á kaffibolla og reynum að segja 1 kaffi, 2 kaffi yfir vökvann sjálfan, nei, það virkar náttúrulega ekki. Þá það óteljanlegt. Og í þriðja og síðasta lagi velur maður bara orðin út frá nákvæmlega þessari niðurstöðu. Þetta algjör snilldaraðverð. En að lokum, nú þegar við höfum afhjúpað þessa rosalega ströngu og tvíundarskiptu stærðfræði enska tungumálsins, þá situr eftir stór og áhugavert spurning. Við höfum séð hvernig enskan nánast þvingar okkur til að aðgreina vökva og duft frá sýnilegum stökum hlutum, en hvernig þetta eiginlega í öðrum tungumálum heimsins? Mótast þau af þessari sömu stærðfræðilegu þörf fyrir flokkun þegar hlutir eru taldir, eða enska kerfið kannski bara algjörlega sér á báti? Það vægast sagt spurning sem skilur okkur eftir þyrst í að kafa enn dýpra. Takk kærlega fyrir að vera með í þessari yfirferð. Takk fyrir að horfa. Haltu áfram að læra með Slowingo.